Fundið okkur! Komið, ég stýri! Þið er að koma! Þið gerðu eitthvað! Hlöppið og krakka á þetta! Erum við skotnir? Ert þú ekki með eitthvað sem ég á? Nei, ég á þetta sko. Nei, ég? Komdu með þetta. Ég fann þetta sko, sá á fund sem finnur. Já, en ég sá þetta löngu áður, ég sá þetta í gærkvöldi eða eitthvað tíma. Nei, maður, ég gróf þetta upp, ég á þetta. Mér er skal alveg sama sko, ég bara lem þig, ég er miklu stærri en sterkari en þú. Það er bannað, það má ekki. Má víst. Ég á þetta. Láttu mig fá þetta. Hvað er þetta? Þetta er leynikassi. Svo bara svifum við fram að jöklinum bara, eins og fuglinn fljúgandi eitthvað. Þetta er líklega mesta bull sem ég nokkuð tíma heyrti segja, Sverrir. Jafnvel enn meira bull heldur en sagan þegar Villi týndist og þið fundu draug upp í sveit. Þetta er alveg dagsatt. Hvað var svo í þessum leynikassa? Það má ekki segja sko, því að þetta var nefnilega leynikassi. Jæja, mínir svo munið þið heimaverkefnin frá morgundaginn, það er stærðfræðin og íslenskan og enginn að gleyma og allir að muna. Krakkar. Villi, být þú aðeins. Já, ég þarf að eiga við þig á. Til eitthvað vesen, já? Nei, bara eitt augnablik bara. Þá sveppi vera með mér. Ég? Nei takk, ég er góður sko. Jú, sveppum má alveg vera. Og sko, það er eitthvað að fara að skamma mig, þá verður að skamma hann líka. Við erum alltaf samsíkir, við gerum allt saman, við erum teimi sko. Hæ, Sveppi. Æ. Æ. Svona komið hingað strákar mínir, ég er ekkert að fara að skamma ykkur. Takk fyrir það sko. Það var ekkert að þakka. Nei, alveg takk fyrir að skamma okkur ekki. Já. Þið vitið af hátíðinni á föstudaginn í Hörpunni. Já. Við vorum nefnilega að spá hvort þú gætir fyrir hönd skólans sýnt frá einhverjum af þessum tilraunum þínum. Jálfur? Já, Villi. Þú ert alltaf að finna eitthvað svona skrítið dót. Jálfur? Já, það er nefnilega einmitt eitt af markmiðum skólans að hvetja þau áhugasvið sem nemendur að tileinka sér. Það er bæði virkjandi og uppbyggilegt og svo er það bara svo ofboðslega jákvætt fyrir skólan okkar. Villi er til sko. Villi er alveg klár sko. Ég lofa að koma ykkur á óvart á föstudaginn og vera skólanum mínum og samlokum til sóma. Samnemendum til sóma. Villi, hvað ætlarðu að gera á föstudaginn? Ég bara veit það ekki alveg sko. Ég gæti framkvæmt regnskógatilraunina mína. Nei. Hún er algjöru frumstig og þið er ekkert að þorsta hana. Ég gæti líka framkvæmt sameindaflutning. Sameindaflutning?
Það maður brýtur niður sameindi, hlutarinn að lífverur og flytur milli staða, húsa eða jafnvel landa. Einu ókosturinn er að maður þarf að hafa sams konar búnað á endarstöðinni, þannig að tilraunin fellur pínlítið sjálfa sig af því að sá búnaður er alltof fyrirferðarmikill. Já, er hann dálítið fyrirferðarmikill? Nei! Kúl! Áttu þú þetta? Já. Þetta er ekkert smá flott, maður. Ég veit. Hvað ertu búinn að gera við það? Setti hérna tölvukubb og flækjur. Þetta grínast, hvað er þetta? Þetta er nýtrótankur. Notist aðeins í neyð. Í neyð? Svalka, það er rosalegt. Hvað er það að gera? Ekkert. Ekki neitt. Ekkert neitt. Vilja vera menn? Ég er að vera að setja í klippingu og Will er að fara að skila spólu. Rosalegt vesen alltaf á hárun á þér þegar ég vil vera menn. Endalausar klippingar. Hvað er þetta? Ekkert. Ég veit að þetta er hjól. Hvað er þetta hér? Þetta er nýtrótankur. Nei. Jú. Hvað er það? Gefur hjólinu bara aukinn kraft. Nær alveg yfir 100 km hraða á örfáum sekúndum. Leið mér að prófa. Nei. 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 Þetta er ekkert fyrir óvana. Hvað eins og ég hef aldrei hjólað hratt á þér það? Leið mér að prófa þetta drasl. Færðu þig. Hvað er að þér? Hei! Láttu þetta vera maður. Mátti þetta ekkert maður, Will á þetta. Nei, þetta ekki, ég veit ekki. Hvað viltu prófa? Já. Leið mér að prófa þetta. Hvað var þetta? Svo er þetta bara svona eins og venjulegt hjól og maður bara muna alltaf að... Skaust rétt yfir markið. Hey, komdu með þetta andið þér! Passið þetta, þetta er antík. Passið þetta að fara aðeins að opna þetta. Hæ, mamma. Æ, Gunnar, hvernig var nú í skólanum í dag? Það var bara fínt sko, heyrðu, Willi, hann á að fara að taka þátt fyrir hönd skólans í einhverju svakalegri grunnskólakeppni í Hörpunni. Hann á nú eftir að pluma sig vel í því strákurinn ef ég þekki hann rétt. Já. Ég er bara ekki alveg búinn að ákveða sko hvað ég á að... Passið ykkur stráka mínir. Sko, Sverri minn, skápurinn hans langafa þins er núna komið hingað. Langafaðis? Já, hann hét Baldur. Já, hann var sko kallaður Baldur Galdur. Já, það var ekki svona töfrakall eða eitthvað svoleiðis sko. Já, jæja, Willi. Hvernig líst þér á nýja herbergið mitt? Þetta er alveg eins og hitt herbergið þitt. Já, ég veit það. Þetta er ekki snilt. Jú. Heyrðu, viltu hjálpa mér að raða? Hvernig viltu hafa þetta? Bara nákvæmlega eins og hitt sko. Já, það er best.
bjóða mig bara út að borða eitthvað. Villi, skápurinn, manstu í gær? Þetta er alvöru töfraskápur. Ég get svarið það. Hann hvíslaði nafn mitt í nóttinni. Ég fór fram úr og ég opnaði skápinn og það var eins og að horfa inn í svart hol. Svo hendi ég mér þess að hlutum það inn og þetta hurfu. Það var ekki bara dimmt eða eitthvað. Villi, þú verður bara að koma heim og sjá þetta sjálfur. Nei. Hvað skáp voru að tala? Engan skáp. Já, það er bara skápur sem að ég fann, eða smá skáp. Heyrðir eitthvað sem við vorum að segja? Nei. Já. En ég heyrði bara að voru að tala einhvern skáp sem hvíslaði nafn þitt á nóttunni og þú vaknaðir og það var eins og verið að horfa inn í svarthol og Villi spurði var ekki bara dimmt og þú sagði nei Villi, þú verður bara að koma heim og horfa á þetta sjálfur. Einmitt, takk. Villi, ég verður bara að taka hana með. Hún veit of mikið. Eða bara láta hana hverfa. Vá, þetta er alveg eins og herbergið þitt á gamla staðnum. Ilmur, Hvað? skápurinn. Hvað er þetta bara venjulegur skápur? Jú, þetta lítur út fyrir að vera venjulegur skápur, en þú veist, sjáu ég þetta? Það er alveg ótrúlega þungur, það er eiginlega ekki hægt að hagga honum, en sjáu ég núna. Sjáu þið, bara með einum putta. Sjáu þetta? Og þetta er ekki allt saman, sko. Bíðið bara. Að fylgjast með? Þið tilbúin? Hann bara hvarf. Já, hann bara hvarf. Má ég prófa? Já, það má gera hverju sem er, eitthvað sem ég er hættur að nota. Eins og þessi bamsi? Já, einmitt. Vá, þetta er magnað. Já, þetta er nefnilega alveg magnað, sko. Ertu að sjá þetta, Villi? Villi, hvað er að gera? Þetta virðist vera alliða töfraskápur. Ég skjáttast ekki. Það var þetta. Þetta? Það var þetta. Þetta hvað? Toppurinn á ísjakanum. Toppurinn á ísjakanum? Æ, þú veist maður segir svona. Ég grunum það að þetta sé bara brot af töfra eiginleikum skápsins. Þetta er ekki neitt. Hann Einar fætti við annan skápsins. Ilmur! 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 Þú fært inn í skápinn og inn í setningu! Ilmur! Ilmur! Mamma! Mamma! Þetta er hann. Já. Ég hef bara ekki tíma í dag, Sverrir minn, að standa í einhverjum svona ímyndunarrugli í ykkur strákunum. Skiljið það? Ég er hérna ein að flytja, hann pabbi þinn er í útlöndum og verð að klára hana. Dóir okkur aldrei neitt. Hvað gerum við núna? Ég veit það ekki. Það er líklega best að hringi í Góa. Af hverju? Það er bara komið að þeim tímapunkt í myndinni. Já, það er rétt hjá
Guðs Jesú og bla 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 og daglegt brauð og bla 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 og tákn og kross og í Guðsóttanum bla 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 og hvað á barnið að heita? Sveppi. Ég skýri þig, Sveppi. Aðeins til ég að geyma þetta fyrir mig. Fékkstu myndirnar? Já, þetta lítur út fyrir að vera skápurinn. Hann er allavega mjög líkur teikningunni. Ég meina, það er bara til eitt svona skápur. Hver eru þá líkurnar á að einhver annar er í svona skáp? Það þarf að skoða skápinn í návíð. Og viltu að ég geri það? Er einhver annar þarna? Nei, ekki. Nú kottu þá af stað. Ok. Og hvar virðum við bara svona í skápinn? Já, hún gerði það, en þetta er hræðilegt, Gói. Sko, það stendur hérna að hægt sé að nálgast upplýsingar öll húsgögn sem voru flutt til landsins eða smíðuð hér fyrir árið 1948. Hvað er skápurinn gamall? Mamma! Já, Hvað er skápurinn hans langafa gamall? gamall, hann er ekki gamall. Já, ég veit það, en hvenær smíðaði af hann? Hann langafiðinn smíðaði hann þegar hann var unglingur. Og hvenær er hann fæddur? Hann er fæddur á því herrans ári 1920. Ef afi þinn hefur smíðað skápinn þegar hann var unglingur, þá voru örugglega til upplýsingar um hann á skrá. Frábært, förum. Hvert? Bara eitthvað út að leika. Ég meina, við pælum bara í þessu á eftir, strákar. Gói, við verðum að bjarga ilmi út úr skápnum. Einmitt, við höfum verk að finna. Hárrétt. Ég myndi þykja þetta 10 drópar. Frábært, ég laga það. Heyrðu, og rafmagnstaflan er þarna niður í kjallara. Já, heyrðu, svo þarf ég að fá að mæla hjá þér einhverja tengla hérna á. Ó, ekkert mál, vinur. Já takk, það væri mjög gott. Já, ertu komin inn? Já, ég stend bara hérna fyrir fram á skápinn. Ok, það eru stórar dyr á honum miðjum. Opnaðu þær. Bíddu. Og leitaðu innan á kantinum, bæði vinstra megin og hægra megin. Og athuga hvort þú sérð einhverja rúnir eða eitthvað galdraletur, eitthvað búið að rista í hann, einhverja stafi, leitaðu einhverju svona. Ertu þarna? Halló? Það stendur eitthvað hérna. Já, væri það í gömlu letri sem að enginn skilur. Já. Þetta er hann. Já, bara dást það þessum skáp. Kaffið er tilbúið hérna frammi. Glæsilegt, takk. Hefur að tala við þennan?
Já, við skulum drífa okkur í því áður en hann deyr eða eitthvað. Hann deyr. Sjáðu ekki hvað hann er gamall. Góðan dag. Okkur vantar upplýsingar gömul húsgögn. Já, gömul húsgögn. Strákar, ég sagði ykkur að við höfum átt að tala við hann leið og við komum inn. Ætli hann hafi bara skráð sig á spjöld sögunar þarna eða? Til vinstri. Takk fyrir. Takk, takk. Ekkert hérna, næstu bók. Hérna. Það er ekkert hérna heldur, sko. Ég er alveg týndur. Strákar, sjáu þið. Ókei, er þetta ekki eins og skápurinn þinn? Jú, hann er nákvæmlega eins. Þetta er skápurinn þinn. Þetta er mynd á skápnum þínu, Svenni. Ókei, hvað stendur hana? Baldur Friðþjófsson, betur þekktur sem Baldur Galdur, smíðaði þennan skáp snemma á síðustu öld. Baldur Galdur? Já. Hver er það? Það er langafi minn. Skápur þessi er sá eini sinnar tegundar því hann var smíðaður úr timbri úr franska gullskipinu Magic Marine sem sökk við Vestfirði árið 1725. Til eru margar sögur af áhöfn skipsins og skipinu og menn voru sammála að skipið væri gætt miklum töframætti. Baldur Galdur hélt því fram að hann hefði smíðað töfraskáp en menn höfðu bara orð hans fyrir því. Aumingja ilmur. Föst í töfraskáp. Lest áfram. Heimildarvinna, samantekt og útfærsla Sveinbjörn Hálfdánason, bókabúð Sveinbjörns Hálfdánasonar, Hverfisgötu 67, útgefið árið 1967. Hver er það? Sveinbjörn Hálfdánason. Það er örugglega maðurinn sem tók þetta allt saman og safnaði öllum upplýsingunum. Ég held það ekki. Ætli hann viti eitthvað meira skápinn? 1967. Ætli sé hann á lífi. Ég skal aðtúa. Hvað er að gera við? Við verðum bara að fara þangað og vona það besta. Jæja, hvert á nú að fara? Hvað er þetta að gera, sko? Ennþá! Nei, það er lokað þannig. Kom, við góðum byttum. Það getur vel verið að sé einhver inni. Það var einleitt að komast að því.
Akkur þarf alltaf að vera svona drungalegt hérna. Mér langar eiginlega ekkert að vera hérna inni, sko. Skói. Ekki með heldur. Það er samt ýmislegt í húfi. Já. Góðan daginn. Góðan dag. Góðan dag. Hvað get ég gert fyrir ykkur? Já, Ert þú Sveinbjörn? já, ég... Út af þess að það er svona skápur sem ég á, mamma og pabbi, sem ég langaði að spyrja, sko, hann alveg, mamma, pabbi, vil alltaf útskýra þetta fyrir þér? Hefur kannski að fá okkur sæti? Þannig að við fórum upp á Þjóðskjalasafn og þar fundum við bókina þína og þess vegna erum við hér. Það er nefnilega það. Og ert þú eigandir af skápnum? Ég? Nei, sveppa hann sko. Eða langaðan sveppa, smíðaðan og mammans sveppa einn á. Og hver var afið þinn? Afi minn hét sko Baldur. Það kallaði Baldur Galdur. Baldur Galdur. Baldur. Þarna er nafn sem ég hef ekki heyrt í langan tíma. Langan tíma. Þekkirðu hann? Að sjálfsögðu þekki ég hann. Hann er ég. Hæ? Nei, ég er nú bara að djóka. Já. Baldur Galdur þekkti ég vel. Hann var skemmtikraftur og töframaður í gamla daga. Það voru nú skiptar skoðanir á því hvort hann væri göldróttur. Við látum það líka miklu hluta. En skápurinn, hann var töframkenndur. Það veit ég. Þetta er þá töfraskápur. Já, annars hitti myndin Algjör sveppi og skápurinn. Væri það eitthvað? Nei. Baldur Galdur skrifaði minnisbók með öllum þeim eiginleikum skápsins sem hann fann. Og á hverjum degi uppgötaði hann eitthvað nýtt og nýtt. Og hann skrifaði allar þulurnar í bókina. Ef við fáum bókina, þá getum við kannski notað þulurna til að ná ilmi út úr skápunum. Góð hugmynd, Gói. Ertu með bókina? Bókin, jú. Langt síðan ég hef séð hana. Og við. Þessi bók geymir allar galdraþulurnar og það væri við hæfi að afkomandinn fái þær í hendur. Svo vel. Það er best að þú geymir hana. Já, það er best. En munum við það að fara varlega. Já, við gerum það alltaf, sko. Það er alltaf allir að segja þetta við okkur, sko, og við gerum það alltaf, sko. En eitt, virkar þessi bók á alla galdrana í skápnum, eða bara ekkert mál, eða? Já, hún gerir það. En það er eitt viðbót. Svo skápurinn virki þarf lykil. Já. Ertu með hana? Nei, því miður. En ég held ég viti hvar hann er niðurkominn. Hvar? Á Þjóðminjasafninu. Það verður nú eitthvað meira en að segja að finna eitt lykil á Þjóðminjasafninu. Já. Hvernig lítur hann út? Það er nú mynd á honum þarna, framarlega í bókinni. Veistu hvar hann er á Þjóðminjasafninu eða eitthvað svoleiðis? Nei, því miður. Þá veit ég það ekki. Þá verðum við bara að fara þangað og finna hann. Já, gerum það. En munum við um það? Að fara varlega. Takk fyrir. Nei. Sælir? Blessaðir. Sælir og blessaðir, drengir. Er þetta ekki... Jú. Úr... Jú. Hvað eru þið að gera hér? Við vorum bara að hitta mann hérna sem heiti Sveinbjörn. Hann var eitthvað að hjálpa okkur. Sveinbi bróðir? Býtu, eru þið bræður? Við erum nokk meira en það. Við erum þríburar. Ævinlega, strákar mínir. Ævinlega. Jepsur í Daisy. Strákar, hvað er Þjóðminjasafnið? Hvað er að frétta? Ég veit það ekki, það voru að koma til einhverju fornbókabúð. Bókabúð Sveinbjörns. Já. Þeir eru komnir á sporið. Hljóta á að fengið einhverja upplýsingar um lykilinn. Þú fylgist með þeim.
Ok, krakkar, þá það safnareglurnar 3. Ekki snerta, ekki hlaupa og ef þið ætla að spyrja einhverju, rétt upp hönd. Ok, heyrðu komum. Krakkar, hérna eru gömul sverð sem fundust í jörðu frá 17. öld. Hugsið ykkur hvað þetta er gamalt. Þetta bara alveg ótrúlegt. Þetta skulle bara vera inn á safninu fyrir okkur. Ég fann ekki neitt, sko. Ekki ég heldur, sko. Hérna uppi eru fullt af gömlum hlutum sem eru til sýnis fyrir almenning. En aftur á móti hérna niðri er risastór geymsla með alls konar hlutum sem eru ekki til sýnis. Þetta eru hlutir sem eru allt frá landnámsöld til okkar tíma. Edda mín, já. Þegar Gunnar á Hlíðarenda var að verja sig, þá kallaði hann til Hallgerðar: Fá mér leppa 2 úr hári þínu og snúið þið móður mín svo til bogastrengs mér. Er boginn og jafnvel atgerinn geymdir hér? Eru þið kannski niðri? Af því ég hef ekki rekist á þá. Vá, þetta er flottasta spurning sem ég hef heyrt. Má ég nokkuð fá símaðinn? Númerið, sko. Já. 5885523. Já, eins og ég sagði áðan, þá eru fullt af gömlum hlutum sem eru hérna í geymslunni sem ekki til sýnis. Og sumir af þessum hlutum eru mjög dularfullir og spennandi og töfrandi, sem kannski ástæðan fyrir því að þeir eru ekki til sýnis fyrir almenning. Wow, spooky. En krakkar, nú verðum við að halda áfram í gegnum safnið, þannig að fylgi mér bara. Ok, komið. Komið, krakkar. Já, gerðu það. Og ég var að grenja. Já, þegar maður fer að grenja í kringum fullorðið fólk, þá vorkennir það manni svo mikið og það aðstoðar maður strax. Já. Þetta er margvísendanlega sannað. Já. Allt er þá, ég bara byrja að grenja núna. Nei. Þú fer bara og við viljum fyrir okkur. Já. Hvað voru að skoða síðan? Sverðin! Komdu bara aftur núna. Mamma! Gerðu þið grein fyrir hvað við erum, Sveppi? Ég veit það ekki, sko. Við leikum ekkert hverjum sem hingað inn. Nei. En það var nú okkur ekki beinlínis hleypt hingað inn. Hvar eru þau? Hvar eru þau?
Hjálpaðu mér! Hey, þessi búið að týna hópnum sínum. Hér til að hjálpa honum með að komast á einhver stað. Alveg sjálfsagt. Jæja. Nú þegar ég var að koma með mér að réttan. Ekki fara, gerðu það. Hún Jóna hérna. Hvem er að hjálpa þér? Hún er svo hugguleg. Með hvað hópi varstu? Litlum hópi, og mjög litlum eiginlega, það var bara eiginlega ég einn. Býttu, varstu einn í hópi? Nei, ekki fara. Drengur. Þú ert nýji pabbi minn. Þetta er hópurinn minn. Minningarnar sem eru eigið eftir þessu. Strákar, funduð þið lykilinn? Gaman komið hingað inn. En núna þegar ferðin er búin þá það ég að skrifa hérna í gestabókina. Ég skrifa allir nafni sem þetta er búin að koma í leið. Og munið það að þið getið komið hingað aftur með systkinum ykkar og foreldra. Hugsið ykkur hvað það er. Ég fann ekki bóðan og ég sá ekki atgerinn. En ég fann ástarþrýðningin og lagstælu. Bara skrifa aftur aðra. Og hei, maður það ekki það. Það tekur rosalega vel. Gaman komið hingað inn. Villi, alveg stempan. Jæja. Nú þurfum við að drífa okkur heim. Ég er komið með lykilinn í töskuna. Við þurfum bara að finna út hvað strætó stoppar, sko. Jæja, drengir. Vil ég nú ekki skila því sem þið tókum? Við tókum ekki neitt, sko. Það sást til ykkar. Þið eru með lykilinn. Nei, ég er ekki með neitt lykil. Villi kannski með hann? Ég er allavega ekki með neitt, sko. Strákar mínir ekki skrökva. Nú hringi ég í foreldri ykkar. Og mamma þín sem hélt að þú værir á einhverju skjalasafni. Svo ert þú bara að stela hlutum á þjóðminjasafninu. Fyrirgefðu. Segðu þetta við hana mömmu þína. Svona inn með ykkur. Þið verðið hérna þangað til að lögreglan kemur. Strákar, ég er kannski ekki besta stjörnuspáinn í stjörnukortinu eða kringlóttasta dekkið undir bílnum eða ilmefnalausasta þvottaefnið í Ariel-fjölskyldunni. En það að við séum hér lokaðir inn í bíl að bíða eftir löggunni. Bara fyrir það að hafa tekið eitt lykil. Það er bara of spooky, sko. En þið heyrðu hvað hann sagði? Hvað? Hann sagði, mamma þín sem hélt að þú værir á skjalasafninu. En svo ert þú bara á þjóðminjasafninu að stela hlutum. Hvernig vissi hann að ég var á skjalasafninu? Nákvæmlega. Þegar ég hugsaði tilbaka, þá fannst mér alltaf eins og það væri einhver að elta okkur þegar við vorum að labba í bænum áðan. Þetta er eitthvað ótrúlega skrítið. Spooky. Eins og ég var að segja. Spooky. Hvað segirðu? Ég er búinn að laða. Og? Þetta var alveg rétt hjá þér. Þeir fundu lykilinn. Hann er þó til. Hvað sem er, þá held ég þessi best að við reynum að koma okkur út úr bílnum og hlaupa þess hratt í burt og við mögulega getum. Hvað með lögguna? Ég meina, hún getur ekki tekið okkur eitthvað fasta
ef við erum á flótta? Já, það þýðir það að við verðum fastir í fangelsi miklu lengur, strákar. Nei, við þurfum ekkert að fara í fangelsi. Veitu, hvað erum við þá að gera hérna? Drífum okkur, strákar. Já. Læst. Billy, réttu mig brúsan hana. Sko, ég er með plan. Drífa sig, ná í lykilinn og losaði við strákana. Já, ok, ekki máli. Svo flott, já. Hvað er þetta æðislegt. Meiri hreyfingar, stelpur. Já, hann áfram, á meiri pásu. Drífum okkur bara yfir á hann og flugvallarstarfsmaðurinn nær okkur. Það eru bara allir elk okkur í dag. Fljóttu góði! Góða kvöldið, ég er sæll og blessaður. Hvernig ávarpa ég þig? Herra biskup eða... já, ok. Þetta er sem sagt mamma Sverrir Þórs. Já, einmitt. Segðu mér, herran Sverrir þetta nokkuð hjá ykkur? Ha? Nei, einmitt. En hafa þeir Villi og Sverrir verið þarna hjá ykkur? Ha? Nei. Já, þeir hljóta bara að vera að leika sér. Ég sé klukkan bara orðin svo lengi. Halló. Jú, það er svo ung stúlka með þeim.
Já, ég var að reyna að hringja heim til að svilla en það svarar ekkert. Ég ætla bara að rúlla þarna upp eftir og athuga málið. Þakka þér kærlega fyrir, herra Kalli. Já, blessaður, bless. Ég er með skápinn, hérna fyrir framan mig. Frábært. Farðu upp að hægri hlið skápsins. Býtu. Ok. Á kominn. Já. Ef þú þreifar með fingrunum niður eftir kantinum, nær framhliðinni, ættur að finna einhvers konar litla dæld. Gæti verið einhverstað neðarlega á skápnum. Ertu að leita? Já, fann það hérna. Ok. Taktu nú upp lykilinn. Ok. Já. Og sett hann svona upp að hliðina á dældinni. Þegar búin að því, þá snýrðu fremri súlunni hægra megin réttsælis í hálfhring. Og þá ætti eitthvað að gerast. Gerist eitthvað? Halló? Já, kom svona gult ljós. Já. Og? Á lykillinn, passa alveg. Þetta er hann. Hlustaðu nú vel á mig. Já. Segðu þessi orð. Meisal melal artuska. Gætirðu endurtekið þetta? Já, hlustaðu vel. Mei. Sal. Sal. Melal. Melal. Artuska. Artuska? Já. Er ég að segja þetta rétt? Já. Hvað er að gerast? Skápurinn, hann minnkaði. Gríft hann og komdu þér út. Þetta er eins og að grafa kílómeters jarðgöng með skeið. Við verðum bara að vona að einhver kom og bjarga okkur, skilur. Við erum ekki einu sinni með neyðarbliss, við erum ekki með síma og sjórinn er allt og kaldur til þess að reyna að synda í land, sko. Strák, ég er með ofurlangbylgjutalstöðina. Hei, kannski getum við kallað á einhvern í gegnum hana. Frábær hugmynd. Takk. Halló, halló, SOS. Við erum 3 ungir drengir og okkur vantar aðstoð. Við erum fastir í bát út á sjó og okkur rekur alltaf lengra og lengra. Viljið þið koma og bjarga okkur? Halló, halló, SOS. Við erum 3 drengir og okkur vantar aðstoð. Við erum fastir á bát út á sjó með engar árar og okkur rekur alltaf lengra og lengra. Viljið þið koma og aðstoða okkur? Halló, halló. Ég villi, það heyrir enginn til okkar. Hæ? Hver er það? Ilmur? Ilmur? Já, hvað er þið að gera á sjó?
Ilmur, hæ, heyrir í mér? Já, Hvar ertu? inni í skápnum. Ég fann þetta talstöðin á gólfinu. Ilmur, það gerðist svolítið svakalegt. Sem mjög erfitt að útskýra svona í talstöðu, sérstaklega út á sjó. En við erum að reyna að finna leið til þess að bjarga þér út úr skápnum, sko. Voru það ekki þið sem voruð að hrista skápinn áðan? Ha? Já, það kom svakalega bjart ljós og svo hristist allt. Voru það ekki þið? Núna rétt áðan? Já, það er ennþá smá hristingu. Það voru ekki við, sko. Það var ekki ég, sko. Það er skrítið. Hver var það sem stal af okkur lyklinum? Mitt! Hvað? Af hverju erum við út á þessum bát hérna? Til að tala við Ilmi í gegnum talstöðina. Gói, vondi kallinn manstu, það var hann sem að víta okkur út á bát. Alveg rétt, alveg rétt. Nú er hann örugglega heima hjá mér, þar sem skápurinn er, og þess vegna svona mikill hristingur hjá Ilmi. Nei, kannski bara jarðskjálfti eða eitthvað svoleiðis. Í alvöru. Jú, sko rannsóknir hafa sýnt að jarðskjálftar þeir eru mjög tíðir á Suðurlandi, Sveppi. Mjög tíðir? Nei, þetta er agalegt. Svo er mamma kannski ein heima. Ilmur. Já. Þú verður bara að bíða róleg. Við erum að reyna að finna einhverja leið. Allt í lagi. Allt í lagi. Já. Já. Bless. Ertu nokkuð hrædd? Pínu. Sýndu mér leiðina heim. Ég er þreyttur og mig langar upp í rúm. svo hrædd þig. Það er allt í lagi með þig. Nei, það er allt í lagi með mig, elskan. Það er ég sem er búin að vera svo hrædd þig. Ég var hræddur þig. Hvað gerðist eiginlega? Ég elsku Katrín, það er ekkert að hafa áhyggjur af því. Ég flýtti mér svo mikið út áðan að leita að einhver að ég skildi eftir hurðina að opna og það kom einhver inn og stal skápnum hans langafa þíns. Ég skil ekki hvernig henn tókst að taka út skápinn á svona stuttum tíma. Hann pappinn var með svo mikla áhyggjur að hann ætlaði að taka næsta flug heim frá London. En svo hringdi lögreglan. Það er gott að vera komin heim. Já, en aumingja foreldrar hennar Ilmar litlu. Það er þá að leita að henni. Það er agalegt. Já, agalegt. Ég vona bara henni líði vel. Æ, elsku drengurinn minn. Svo gott að fá þig heim. Veistu, nú ætla ég að búa til heitt kakó handa þér og ristað brauð. Rútinni.
Hæ, veitu hvar Ilmur er? Hvernig veistu? Hún sagði mér það. Hvað er hún? Hún er út í sveit einhvers staðar. Kjalarnesi. Kjalarnesi? Hún er með GPS-vitinn og búin að smíða búnað á hjólið þannig að við ættum að komast þangað á 25 mínútum. Strákar, sjáið þið eitthvað? Nei, skápurinn er ekki hérna, sko. Nei. En hann ætti ekki að fara fram hjá okkur, sko. Hvar er hann? Veit það ekki. Kannski er hann bara sofandi ennþá eða eitthvað. Ilmur, heyrir í mér? Já. Við erum komnir. Já, hvað er þið? Við erum fyrir utan húsið en við sjáum engan skáp. Hann er svona stór, gaman. Við vitum það alveg. Hvernig var þetta aftur? Meisal, Melal, Artúska. Þetta er alveg ótrúlegt nafn. Hvernig er þetta hægt? Bara í smáatriðum. Halló! Halló! Sættinu! Þú með trillu eða eitthvað? Trilli með breskan rasket. Þú kemur bara hérna meginn. Þú voru að setja vafti í 40 á þessa bílskúsum. Þetta er ekki hægt. Mikil bílgripur og svo förum við bara með það mjög varlega. Ok, tilbúið. Já, ég fyrir alltaf varlega. Flott. Það er ekki sem að flytja í fyrsta skipti, sko. Mjög rólega, bara. Ég er satt að Það er eins og það sé fullur af eggjum bara. Passa þetta hérna. Herru, komið með hann hérna minn, hægra minn í bílinn, þá fer hann ekki neitt. Við erum að strappa hann alveg vel hérna. Passa krókið þarna. Ekki reka hann í krókinn, egg. Þetta er ekki krókur, þetta er vingill. Nei, þú bara passa þetta. Já, ég er alveg að passa þetta. Ég er alveg vanur maður. Ég koma þetta með freskan krakki til þín hérna og hann hætti bara einhvern stæl. Já, það er oftur að flytja svona aftískápar. Þetta er rosalega fínir skápar. Á að fara að skella svo til Halifax með þetta. Þetta fær í barnum eftir hádegi. Heyrðu, Já, það er aðeins að ganga frá hérna. nú. Inn í bílskúr. Já, ok. Ég klára bara að strappa þetta með hann. Það er ekki svo ég hafi eitthvað annað að gera.
Strákar mínir. Ykkur tekst nú ekkert að plata mig svona auðveldlega. Komdu með skápinn. Ég á hann. Akkur svona mikið vesen út af einum skáp? Ilmur vinkona okkar, hún föst inn í honum maður. Já. Góð tilraun. Þessi skápur er á leiðinni úr landi með næsta skipi. Það er mjög ríkur maður sem vill fá hann, sem þýðir mikla peninga fyrir mig. Hann látum við bara löggunum vita. Já, það er allt í lagi. Þið ættir að vera hérna dágóða stund. Og þegar þið loksins sleppið út, þá er þessi skápur löngu farið. Þú ert vondur, vondi kall. Takk. Takk fyrir það. Ég er nú þegar búinn að hringja á lögregluna og segja henni að það hafi sést til 3 drengja vera að sniglast hérna á lóðinni hjá mér í leyfisleysi. Og þegar lögreglan finnur ykkur hér, hún er að brjótast inn í bílskúr, hverjum haldið hún eigi eftir að trúa? Mér? Eða einhverjum 3 vittleysingum með einhverja sögu einhver töfraskáp? Hún á eftir að trúa okkur af því að við erum að segja sannleikann. Já, já. Lífið er fullt af vonbrigðum. Kannski bara ágætt að það kynnast því strax. Verið þið sælir? Veitu hvað, ætlar þú með það? Já. Hann er ekki alveg vaninn að menn komi með það. Nei, þú veist, ég vil þetta maður bara eitthvað svona. Mátt alveg koma með það. Hann er bara ekki vaninn. Strákar, við verðum að komast í hann nú. Hvað eigum við að gera? Ég veit það ekki. Sko, ef ég hefði töng, pínulítið stjörnuskrúja og rafmagnslimband, þá var möguleiki og börnin er samt alls ekki að vera að fikta með rafmagn, alls ekki, að ég gæti tengt framhjá. Hvað, ertu trómari? Fílar í Buffi? Hannes trómari í Buffinu. Besti trómar í Íslandi. Já. Fólki! Strákar, eru þið komnir með skápinn núna? Það hristist allt. Við erum á fullu að reyna að bjarga þér út úr skápnum. Reyndar erum við fastir inn í bílskúr eins og staðan er núna og skápurinn er farinn, hann er á leið úr landi. En við erum á fullu að reyna að bjarga þér út úr skápnum. Ég er ekki alveg að skilja þetta. Nei, ekki heldur. Bara ég hefði smá koparvír, sporjar, gluggaska... Hvað? Hjólin! Já, þú ert með eitthvað svart þarna. Þetta hefur auðan. Erum við tilbúin, strákar? Já. Já. Festið ykkur. Haldið ykkur fast. Já. Já.
ætlaði að vera að springa hann mér. Þið var að taka eftir í. Já. Stoppaðu bílinn. Já. Já, stoppaðu bílinn, núna. Ég er að stoppa bílinn. Þetta er ekki dvaninn, yfirleitt er ég bara einhvern að hlusta plöttu, svo getur þú. Sástu þetta maður? Hvað var þetta maður? Það var skápurinn sem við vorum að halda á áðan. Ég er að segja þetta, sko, ekki vaninn, sko. Það er ekki dvaninn að húsgögn sé að fljúga þetta út af bílnum, maður. Billi, komdu með talstöðina! Passi bókina! Ilmur! Hvað er að gera eiginlega? Við náðum skápnum! Hæ? Við erum eiginlega að fljúga! Fljúga? Ég útskýri það fyrir þér seinna. Vertu bara róleg. Hvað sagði það? Veit ekki, kemst þessi bíl ekki hraðar, eða? Ég er alveg með pinnan í botninum, maður. Hann kemst ekki hraðar. Þetta er eldröðu Hyundai Coupe það, sko. Strákar! Hvað eigum við eiginlega að lenda? Einmitt, þú veist það ekki. Hei, er ekki eðlilegast að lenda bara á flugvellinum þarna? Góð hugmynd! Villi náði Ilmur út í skápnum! Ilmur! Fljótur! Minga bara skápinn! Meisan, Mulan, semi-normo! Fljótur! Villi! Hvað gerum við núna? Hei, tökum strætó! Strætó? Já, góð hugmynd! Nei, hann er örgleitt kaffi strætóbílstjórinn! Nei, kúl! Ætlar þú að keyra? Gói! Wow! Slaka það! Þetta er rúðuþurrkurnar! Þetta þarf ít og D! Bíð aðeins. Mátt þú keyra strætó? Það er alltaf. Strákar mínir, fáðu upp skipt með það. Og munið það, viðræður við vagnstjóra í akstri eru stranglega bannaðar. Við erum í strætó, á leiðinni heim til mín og við ætlum að leysa það út úr skápnum þar. Ok, ég býð það bara hér. Allt í lagi. Bless. Við erum beigðu hérna. Við förum upp í Breiðholt. Breiðholt? Heyrðu bara! Þetta er ekki alveg það sem ég átti von á þegar ég vaknaði morgun, sko.
ruglaður. Gói! Ekki allt í lagi? Ég ítti á stopptakan. Nú verðum við að stoppa á næstu stoppistöð. Fyrirgefið, strákar. Gói! Fyrirgefið, strákar. Gói! Við þurfum ekki að stoppa fyrir neinu, við erum einir í vagninum. Við ráðum ferðinni. Er það að segja það? Þetta er besti dagur lífs míns! Meisal melal enormo! Ilmur! Heyrðu í mér! Já! Við ætlum að bjarga þér út! Ertu tilbúin? Já, ég held það! Meisal exodus libris! Er ekki allt í lagi með þig? Jú, mér er bara svo rosalega mál að pissa. Já. Pissa. Ilmur, Hvað? þú getur ekki farið á klósetti strax. Hvor ekki? Hann er kominn! Hver? Hann er kominn! Strákar, hjálpið mér! Fljóttu, Sigri! Meðal móbíli. Ekki við mig! Hættu! Jæja. Nú fyrst eru þið í vandastaddir. Stödd. Jæja. Hér skilja leiðir. Þið verður bara í bandi. Það leggur enginn hendur á mín bekk!
Já, auðvitað er maður alltaf í lífsættu, sko. Þetta var rosalegt. Já, og við vorum alveg mjög smeykir á tímabili, sko, vegna þess að það hefði svo margt að fara í úrskeiði, sko. Já, einmitt. Sérstaklega til dæmis eitt skipti þegar við lentum í sjónum og þurftum að flýja undan hvalnum. Já, það var svakalegt, maður stóri hvalurinn. Og hvalaskoðunarskipið kom bara og bjargaði okkur, sko. Já, ég var mjög smeyk. Já, og svo náttúrulega vorum við mjög rætt líka, sko, þegar við vorum, sko, svæfð og sett inn í herbyggið og svo var læst. Og þá voru sko gott að eiga vini eins og Villa sem kom bara á þyrlu og bjargaði okkur. Já, það bjargaði. Það var alveg æði, sko. Svo bjargaðist alltaf því að annars væri við. Góðan daginn og velkomin á hæfileikakeppni grunnskólanna! Þetta er þétt dagskráin og það eru mörg atriði sem bíða hér og það er þá ekki eftir neinu að bíðum samt aðeins. Fyrstur á svið er fulltrúi Breiðagerðisskóla. Hann kallar sig Vísindavilli og hann ætlar að sýna okkur eitthvað mjög spennandi. Takið þið vel á móti Vísindavilla. Gefum hún gott klapp. Halló, ég heiti Villi. Ég ætla að sýna ykkur mjög merkilega tilraun. Ég ætla að fjarstýra manni. Já, ég ætla bara að láta hann sækja bolta sem ég var búinn að setja inn í skáp. Til þess þarf ég einn sjálfboðaliða. Já, þú, hvað heitir þú? Gói. Komdu upp á svið og vertu sjálfboðaliði. Já, nú ætla ég að sýna fram á það að ég get fjarstýrt honum Góa með því að tengja fjarstýringuna við mænuna á honum. Og pottið eftir að klúðrast. Það er samt alveg, ég er bara með eina mænu, sko. Tilbúinn. Það er það aðalatriði sem allir hafa beðið eftir. Gói sækir boltann inn í skáp. Þetta er sko draumaprinsinn minn. Stystu